Yfirdráttur er í raun leyfi til þess að fá að taka út meiri pening af bankareikningi heldur en innistæða er fyrir. Það er að segja, ef ég á 10.000 inn á bankareikningi en mig vantar 20.000. Ég þarf að kaupa mér eitthvað sem kostar 20.000 og ég á ekki 20.000 núna, mig vantar 10.000 upp á. Þá get ég hringt í bankann og spurt hvort ég megi fá yfirdrátt upp á 10.000, 20.000 eða 50.000. Og þá lendir, þegar ég tek út 20.000 og borga hlutinn, þá er reikningurinn minn í mínus upp á 10.000. Ég skulda bankanum 10.000. Og þá þarf ég að borga bankanum vexti fyrir þessar 10.000 krónur. Við borgum ákveðna prósentu á ári. Við fáum tiltölulega lága vexti af peningu sem við geymum inn í banka. Við fáum kannski 1% vexti eða 2% af pening sem við eigum inni. En við getum verið að borga 10 til 15% í yfirdráttarvexti. Þannig að vera með yfirdrátt upp á 10-20.000 í kannski nokkra daga eða viku, þangað til maður fær borga eftir mánaðamót, kostar nú svo sem engin ósköp. En að vera alltaf með yfirdrátt, ég tala nú ekki háan yfirdrátt, er mjög dýrt og er í raun eitthvað sem fólk ætti að forðast.